Gott kvöld, Rauðaborðið hilsar. Við ætlum í kvöld að ræða svolítið Bjarna Benediktsson og stjórnmálaferilinn hans. Við ætlum að byrja hér að ræða sem sagt, við hvernig flokki Bjarni tók og hvernig hann skilur við hann og kannski ýmislegt annað. En til okkar komin Margrét Helga Elísdóttir, Marinó Njálsson og Þórður Gunnarsson. Og við erum hérna bræðurnir Sigurjón og Gunnar Smári. En hvað Þórður, hvernig breyttist sjálfstæðisflokkurinn í meðferðum Bjarna Benediktssonar? Hann tekur náttúrulega við flokknum á erfiðum tímapunkti. Það er náttúrulega fjármálakerfið nýbúið að fara í algjört kál, bæði hérlendis og erlendis, en eins og við vitum öll þá þetta fór Ísland verr út úr þessu heldur margir aðrir. Við vorum ekki með þennan sama lánveitanda til þrautavara eins og bankar í Evrópu til dæmis. Ég held að til dæmis evrópski bankar hafi ekkert verið í neitt sérstaklega betra stand heldur en í íslensku, en það var hins vegar ákveðið að svona við leiðum mér að sletta make an example á Íslandi og bankarnir fóru svo þeir fóru, en síðan þegar horftið tilbaka þá voru þessi neyðarlög sem voru sett reyndust mikið heilla spor og eitt af því svona merkilegasta sem Bjarni gerði og það ríkisstjórnin sem að hann var þáttakandi í og leiddi var að klára þau mál og taka bankana aftur til ríkisins og við erum núna þau bil hálfnuð að koma þeim aftur í hendur einkaaðila. Og í kjölfarið því var hægt að afnema höftin og þetta var auðvitað tröllvaxin verkefni sem að hann hafði mikinn og mikilvægan þátt í. Kjölfarið þess tekur við mikið hagvaxtartímabil í Íslandi, sérstaklega þegar ferðamennsku iðnaðurinn fer á mikið flug, svona frá árinu 2014-15 sérstaklega. Svo kemur hikst í það árið 2020 og Ísland lendir í sambærilegum vandræðum og öll önnur ríki heims. En ef við horfum á síðustu 3 ár þá hefur hagvöxtur á Íslandi verið sá mesti á byggðu bóli. Þannig að svona í efnahagslegu tilliti held ég að Bjarni geti litið stoltur öxl. Marinó, þú svipað skoðunar á þessu? Sko, ég er ekkert viss að Bjarni hafi haft svo mikið það að segja hver efnahagslegu framgangur var hér á Íslandi. Hann var vissulega í fjármálaráðuneytinu og hafði svona og raunar að þá höfðu við efni til þess að hafa miklu meiri vöxt í efnahagslífinu heldur en við höfðum, en við getum svo sem þakkað peningamálastefnu Seðlabankans líka dálítið þar að hún hefur gengið dálítið út að það að klippa vaxtabrótana og slá niður vöxtinn. Þeir fóru í sérkennilega herferð þarna þetta leyti sem stöðugleika samningarnir voru gerðir sem hefði eiginlega, hvað að segja, hlutinir hefði geta gengið betur, en eins og ég segi, ég held að efnahagslegu vöxtur hefði verið góður hver sem hefði verið í fjármálaráðuneytinu eða í ríkisstjórn. Bjarni tekur við í mars 2009, 29. mars minnum að segja, og þetta er vissulega mjög erfiði tímar. Geir verður að segja af sig vegna veikinda og það varð einhver að taka við og Bjarni verður fyrir valinu. Við megum ekki gleyma því að Bjarni tók við flokki sem hafði fengið 36,6% í kosningum undan og vissulega fengu þeir ákveðið högg á sig þarna eftir hruni sem var bara eðlilegt. En flokkurinn fór upp í 29% 2016. Þannig að það er ekki eins og að hann hafi ekki náð að rétta við sig eftir hrunið. En síðan bara fer að hallenda fæti og það sem maður verður mest varfið er hvað Bjarni einhvern veginn nær að býta af sér stuðningsmenn og traust. Og það er svona dálítið sorglegt að sjá
hvernig sú þróun varð, en við kannski skoðum það betur eftir hvað er það sem olli því. Fyrir Sjálfstæðisflokkinn þá held ég að hans formannstíð sé ekki eins jákvæð eins og hefði ekki orðið. Og bara þetta, hann er í ríkisstjórn í 11 ár og þar af 19 mánuði sem forsætisráðherra. Hann er ekki að sko boðberi Sjálfstæðisflokksins eins og hann hefði geta orðið. Ég meina, formenn Sjálfstæðisflokks sem hafa verið í ríkisstjórn, þeir hafa verið miklu stærri hluta síns tíma sem forsætisráðherra. En Bjarni virtist hafa verið afhuga því að taka sig það embætti, eða hvort að það bara atvikaðist þannig að hann fékk það ekki. En sem öflugasti stærsti flokkur landsins þrátt fyrir þetta, þá hefði hann átt að gera miklu oftar tilkall til þess að vera forsætisráðherra og vera andlit ríkisstjórnarinnar, og þar með þess uppgang sem Þórður er þá að tala um. En hann var það ekki. Það voru einhverju aðrir sem fengu að taka þetta hrós til sín, eins og maður segja. En Margrét Helga, við svona fjölmiðlamenn, saknar þú Bjarna? Ég kannski legg ekki mat á það. Nei, það er þægilegu viðmælandi gott að fá hann til að koma og... Já, ég meina hann er duglegur alveg að svara síman, nema kannski ekki núna, hann hefur ekki viljað allavega tjá sig um þetta núna. Öfugt við marga, þú veist, það er þú veist, mér veist ekkert leyndarmál, það er mjög erfitt að fá Dagur B. Eggertsson til þess að koma og erfitt að fá hann til þess að svara, og þú veist, það er fleiri svona sem að er erfitt. Já, en mér finnst þetta svolítið erfitt af því að ég er meitt búin að vera svolítið hugsa yfir þessu síðustu daga, því að auðvitað er þetta sko stórpólitísk tíðindi. Og mér hefur fundið svolítið erfitt að bera skynbragð á sko hans arfleið, af því að þetta er svo langur tími, þú veist, 16 ár næstu því sem formaður og en þá lengri tími bara sem þingmaður, að fyrir sko ungt fólk að hafa einhvern annan samanburð, þú veist, það er engin annan samanburður, og hann hefur verið svolítið svona andlit sko pólitíkurinnar á Íslandi. En ég svona, mér fannst sko eins og það hefði verið orðið eitthvað slags vendipunktur í bankasölumálinu, og að það hefði verið sko allt í einu upplifði ég svona já, ok, ég fór svona svolítið að hlusta og ok, að það virðist hafa verið þarna einhver svakaleg sár sem að hefði aldrei gróið, og ég held að það hafi verið svona ákveðin vendipunktur í svona Íslandsbankasölunni sko, þar sem einhvern veginn allt, maður sá einhvern veginn bara í tölunum sko að fylgið bara fór stiglækkandi, og þá fór maður líka svolítið að horfa á bara hrunið einhvern veginn að svona Ísland fyrir og eftir hrun sko, að þetta er auðvitað verið rosalegt ólgutímabil, og alveg svo þú bendir á að maður náði sér alveg á strik stundum, en það var eins og traustið hefði aldrei fyllilega komið aftur. En sko til að bregða því sem Marino sagði, hann segir sko að Bjarni hefði kannski geta orðið stærra númer heldur en hann var í raun og verið, þó hann sé vissulega aðsópsmesti stjórnmálamaður síðustu 20 ára, það er ekkert að halda neinu öðru fram. Kannski hugsar hann þetta bara þannig að það skiptir ekki máli hvaða ráðherra ég er, sko mitt hlutverk sem kjörinn fulltrúi og í ríkisstjórn er að gera það sem ég get og stuðla því að það sé funkar undir ríkisstjórn í landinu, og að ef ég þarf að vera í fjármálaráðuneytinu og einhver annar þarf að vera forsætisráðherra, ok, þá þarf bara svo að vera, kannski er það besta leiðin til að láta þetta ganga upp. Þetta er kannski ekki í hans huga eitthvað egomál að verða forsætisráðherra, og þráttur að hann hafi ekki verið forsætisráðherra nema í 19 mánuði í 2 skömmtum, þá enga síður stendur hann eftir sem langstærsta númeri síðustu 20 ár, og varðandi Íslandsbankamálið, þá brýtur Bjarni auðvitað ákveðið blað með að segja af sér eftir þetta, og bara við heyrt það svo oft á síðustu árum og áratugum jafnvel að eitthvað sem heitir pólitísk ábyrgð er ekki til á Íslandi. Hann axlaði pólitíska ábyrgð þarna, ólíkt til dæmis Svandísi Svavarsdóttur sem að gerist brotlegur stjórnarskrá. En var því svona ódýrt að skipta bara um ráðuneyti?
Já, það svo önnur umræða, en hann hættir þá allavega í þessu ráðuneyti ég ætla ekki að sitja áfram í þessu ráðuneyti þar sem að ég tel það ekki verið að hafið yfir allan vafa þó svo að það hefði honum yfir í lífsins ómögulegt að geta skipt sér einhvern veginn af þessu, þá væri hann að brjóta önnur lög sko, en hann segir þá allavega af sér sem ráðherra, en hingað til hefur það sennilega ekki tíðkast á Íslandi, þannig að þar sýnir hann ákveðna nýja breytni sem við höfum ekki séð. Já, það reyndar áður að setja sér Sigríður Andersen og Björgvin Sigurðsson og Sanna Birna og margir sjálfstæðismenn. Sigríður Andersen náttúrulega sagði af sér að því að flokkarnir sem voru með í stjórn fóru gjörsamlega á taugum og hótuðu að sprengja. Það var ekki þannig sem var í gangi þarna. Hún sagði af sér vissulega, en þetta mál eins og eitthvað álit frá umboðsmanni sem að fól ekki í sín eins konar kröfu afsögn, þetta var álit frá umboðsmanni, hann tekur það þannig til sín sko. Honum hefði bara ekkert verið vært og ég meina hann sagði það bara sjálfur, það hefði bara ekkert verið friður neitt sko. En var Svandísi vært eftir að hafa brotið stjórnarskrá og stjórnsýslulög? Það voru ekki sömu viðbrögð og á almenningi við hennar afglöpum eins og hjá Bjarna, það voru bara það sá strax í skoðanakönnun, það sást í mótmælum og það bara, ég alveg sammála hér að ríkisstjórnin er fjall út af Íslandsbanka sölunni. Hún var bara svona lengi á leiðinni, Bjarni var hann 1,5 ár rúmt að segja af sér sem fjármálaráðherra og þegar að þangað var komið, þegar hann loksins sagði af sér, þá var eiginlega, ég meina fylgi VG var komið niður í eitthvað 5 eða 6% og fór undir sko 5% stutt eftir það og það var eiginlega allt farið út úr þessar ríkisstjórn, þannig að það að hann skildi ekki bara axla ábyrgð þegar að það var augljóst að almenningur viðbröðum voru svipað og hér hafa lýst. Þetta erum við aftur lent bara, lærðu við ekkert af hruninu, var stemmingin, ég meina þeir munið eftir þessum tíma í apríl. Við getum náttúrulega að diskutera fram og tilbaka hvað felldi ríkisstjórnina, þetta var augljóslega nokkru hluti sem höfðu safnast upp en augljóslega var það endanlega sú staðreynd að VG sleiti ríkisstjórninni á landsfundinum sínum. Þetta var málið sem að dró úr vinsældum ríkisstjórnina, dró úr vinsældum Bjarna ég er alltaf svolítið og dró úr traustinu á Bjarna, þannig að við höfum aldrei séð neitt mælast jafn lágt eins og hann og síðan fóru flokkarnir bara hver á fætur öðrum og guldu hryllilegt afhróð í þessari ríkisstjórn. En má ég fara aftur til 2009 þegar hann er kosinn. Af því að hvað Eva Skí og Eva Mundi, ég kann á ekki þessa vísu, sko, hann kemur hann inn sem ný kynslóð, það er kynslóðaskipti og þarna er ennþá inni í flokknum þótt allir séu sárir, þá er inni þarna Evrópusinnarnir eða frjálslyndu Evrópusinnarnir, gæti kannski einhverju viðreðskallaða, þarna voru inni fullveldisinnarnir sem eru kannski að leita skjóls í miðflokknum eða jafnvel yfir í viðreðsflokknum. Þarna var líka Sjálfstæðisflokkurinn breiði tjaldbúð og það má halda því fram að stór hluti kjósenda Flokks fólksins komið þar. Ég vilja halda því fram að eitt af því sem að Bjarni gerði raunverulega til þess að ýta undir klofning þessara tjaldbúða var bréfi sem hann sendi út fyrir kosningarnar 2013 og stóð aldrei við að kalla aftur skerðingar og ég held að í því þeim svikum sem að eldra fólk upplifði gagnvart flokknum sem að flokkurinn hafði áður haft bara 50-60% fylgi fólki yfir 70, að hann hefur aldrei náð því aftur og inn í þessu tómarúmi eða hvað við kallaða var flokkur fólksins stofnaður og er núna orðin hvað er ekki 11 þingmenn eitthvað sem er bara risastórt sko og við tökum svo Viðreisn sem að við getum sagt að segja brot út úr Sjálfstæðisflokknum að það eru 11 og það eru 10 í flokki fólksins, það er 21 þingmaður og allir við getum þetta ekki helmingin af þingmönnum, þetta ekki 4 frá miðflokknum sem Sjálfstæðisflottafólk. Þá eru komið 25 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur er með 14 og erum vel með 2 á láni vegna þess að með við því sko atkvæðamagn ætti hann að vera með 12, það er meðal annars út af VG og Píratar og Sósíaldemókratar þing sem hann er með 14. Þannig að þegar hann byrjar að þá er hann með þessa tjaldborg og er auðvitað í sárum og þetta var átakafundur, var svona vilji til þess að hafa uppgjör en reyndist ekki ná fram að ganga, var svolítið þakka niður. Og hann byrjar að reyna að endurreisa Sjálfstæðisflokkinn, virkar ágætlega í stjórnarandstöðinni, hann mældist þarna, held ég 36% eitthvað. En hann getur sagt að hann hafi verið óheppinn í kosningunum, að Framsóknarflokkurinn stelur eiginlega glæpnum, ef að hefði ekki komið EFTA-dómstóllinn
með sína niðurstöðu 10 dögum fyrir kosningar. En þá getur víst að þessi sveifla hefði orðið til Framsóknarflokks Sigmundar Davíðs og kannski hefði möguleikar Bjarna að halda saman Sjálfstæðisflokknum orðið meiri. Á móti kemur segja menn að það bara breytti tímar, ekki bara hér, heldur allstaðar, að þessi svona hugmynd og svona breiða tjaldbúð eiginlega fallin allstaðar, en það svona ástæða fyrir því, það hrunið, það að það var svona, það að ná hópnum saman aftur tókst ekki, það kom ekki sigurinn sem að fekk fólk til að vera áfram í tjaldbúðinni og síðan verður bara mjög hratt undanhald að það eru ákvarðanir sem eru teknar í þessar ríkisstjórn 2013-16 sem að veldu því að Viðreisn er stofnuð og sem að getur rakið svona að það eru ákvarðanir sem að Bjarni stendur fyrir sem að veldur því að klofnar og hann skilur ekki atkvæðum, hann heldur fólkinu ekki saman. En hann gerir eitt og hann hefur alltaf mætt á landsfund og sagt að ég kem ekki með fylgið og ég kem ekki með hitt og þetta og þetta ekki, en við erum alltaf ríkisstjórn og þessar ríkisstjórnir sem ég hef sittið í, þær eru meira og minna að framfylgja stefnunni sem eru samþættir á landsfundi. Þannig að ég hef frábær fulltrúi þessar landsfundar og hefur náð því, þótt að hann hafi minn og minna fylgi meðal þjóðarinnar, þá verður alltaf meira og meira fylgi í stjórnmála og það er kannski snild Bjarna að þrátt fyrir svona veikari stöðu flokksins gagnvart almenningi, að þá verið Sjálfstæðisflokkurinn aldrei hafa verið, heldur á þessum tíma, hvað er þetta, 11 ár, aldrei verið jafn mikil svona miðja íslenskra stjórnmála og Bjarni þar leiðandi kóngurinn. Við verðum líka hafa eitt í huga að skýrslan kemur 2010 og það er svona strax eftir að skýrslan kemur út að þá Rannsóknarnefnd Alþingis þá er svona strax kemur þetta fram að sjálfstæðismenn ætluðu bara að bíða af sér storminn og það var svona tekin ákveðin afstaða að flokkurinn ætlaði ekki að læra af því sem hefði gerst. Ég meina, Ólöf Nordal, hún talaði það meðan þessi skýrsla að þvælast fyrir okkur. Hún notaði það orðalag. Hún notaði líka það orðalag að formaður flokksins hefur tekið þá óvanalegu ákvörðunum af formanni flokks í stjórnarandstöðu að vera fylgjandi því sem er hagstætt fyrir þjóðina og þetta voru svona ákveðin skeyti sem komu frá flokknum það að hann væri að verða dálítið sérhyggju flokkur hann væri að færast frá því að vera þessi sjálfstæðisflokkur eins og við kannski þekkjum betur sem eldri erum það sem var stétt með stétt og það var staðið með umbótum til almennings og fleiri til þessu og þetta er það sem ég sé svona þegar maður er að fara í gegnum fletti gegnum blokkfæslu. Við þetta ekki gera strax vegna þess að það sést til dæmis í að Bjarni studdi síðasta ISF. Jú, en núna gleymir Wikileaks legunum það að þeir voru ekki gera fyrir ISF, þetta var bara pólitík. Þannig að það hann sagði það í boði í bandarísku sendiráðinu og þessu var lekið af Wikileaks. Ég var bara að taka munin á því hvernig Davíð lagði upp hvernig þetta halda stjórnarandstöðu. Það var að vera vel á öllu málum. Ég heyrði þú vera að tala um það að þú veist að tala um að standa ekki með svona sem var í metið sem svona þjóðarhagur út frá því hort fram með því hvað verið svona þröngur hagur flokksins. Að þá finnst mér það vera dæmi um það en það hefa margir sjálfstæðismenn verið að gagnrýna Bjarna einmitt fyrir það að hafa staðið mælt með síðasta og kosið með líklega. Jú, ég meina hann gerði það og það gerist ekki alveg strax að hann fari yfir að vera svona sérhagsmunir. En hann gerði það líka vegna þess að hann var svona pínlítið að skrattast í VG og þessum hræðilega samningi sem Sávar gerði í umboði Steingríms Sjóð og við vissum alveg að það andaði köld á milli Bjarna og Steingríms Sjóð á þessum tíma. Þannig að síðan kemur líka þegar hann tekur ákvörðun að sjálfstæðisflokkurinn styðji þetta og það sem reynda að gera ekki allir
Steingrímur Jóð og Jóhanna voru rosalega fegin að heyra þetta. Að það væri möguleiki að því að kemur bara brein samstæðin á þinginu sem að myndu styðja ISF og þau varu skorin niður úr snörunni. Og það er ákvörðun sem að Bjarni tekur sem að margir inn í Sjálfstæðisflokknum skilgreina að það hefur verið þvert gegn hagsmunum flokksins. Jó, en þessi stuðningur var við gjörbreytta hugmynd. Ég var að vinna á Morgunblaðinu hérna 2009 til 12 eða 13, þannig að þú getur ímyndað með hvað mér fannst þetta. En þessi niðurstað sem kemur eftir sumari 2009 er ekki sami samningur og Svavar lagði fram. Og hann er raunar það mikið breyttu samningur að viðmeðalendur, Bretar og Hollendingar þeir hafnanum. Og hérna þannig að minna, jú, það var það. Ég er ekkert að leggja mat á hvort að það hafi verið rétt eða rangt að kjósa þennan samning. Ég er bara að benda á að þarna í upphafinu þá er eins og sé verið tilraun á því að búa til svona breiðari Sjálfstæðisflokk, að búa til einhverja svona sátt það. En það er eins og til dæmis þetta mál og fleira hafi valdið í að þegar að viðreisna fólki fer frá og þá er eiginlega tónnin svolítið, ég meina farið við fyrir betra sko. Það er bara við erum búin að tala svolítið mikið þetta. Mér langar að spyrja sérstaklega ykkur sem eru svona gagnrýnin á Bjarna. En ykkur staðar hljótið að geta bent á eitthvað sem hann bara gerði bara mágætur. Eða hvað? Já, ég held að stöðuleikasamningarnir hafi verið ágætlega gerðir. Ég er reyndar sammála því að... Var það ekki meira Sigmundur Davíð? Nei, ég man alveg eftir kosningum 2013. Þetta var kallað svigrúmið. Það vissu allir af þessu. En það var bara, Sigmundur Davíð var eini sem var svo ósvífinn að segja, ég ætla að taka 300 milljarða og borga ykkur. Aðrir svona hrukku til og segja býtum á þetta, má bara segja eitthvað til þennan tölu að þetta er í hendi og annað slíkt og þannig að það, ég geti bara skoða gömul kosningasjór. Er það leiðréttingur? Nei, svigrúmið. Já, svigrúmið í gamlebönkunum. Og það var alveg vitað, en ég meina, sumuliti er það snildin hjá Sigmundur Davíð hafa einhverjum eignar sér þetta bara með mann og mús. Ég var alltaf Bjarni leiði hann það svolítið. Hann leiði hann það og ég var alltaf að bíða eftir einhver svona trompi frá Sigmundur Davíð í þessum kosningum en það kom ekki. Nei, en þetta er það sem ég er að tala að Bjarni leyfði öðrum að eiga sviðsljósið. Það er kostur. Já, en meina fyrir flokkin, fyrir fylgi við Sjálfstæðisflokkin að þá viltu sem stjórnmálamaður eignaði sviðsljósin eins mikið og getur. Þú er að ná fram einhverju svona eðlilegri niðurstöðu sem er bóta fyrir samfélagið. Jú, en þetta er það sem ég þetta er það sem ég segi að þess vegna tapar er Bjarni ekki þessi afgerandi sigurvegari á allu þessu sviði sem formaður Sjálfstæðisflokksins að því hann er alltaf að gefa hinum formannum séns að segja Já, þetta er mitt mál. Sem er eðlilega góðra stjórnenda. Mér finnst það bara mjög góð sviti í rauninni, Ég veit og svo þurfum maður líka að hugsa bara í, atvinnulífið í dag, bara, hugverkaiðnað, nýsköpun, af því að okkur vantaði einhverja fleiri stóðir undir bara einhvern veginn atvinnulífið, Og svo er annað sem að mér finnst svolítið hugrætt af honum að hafa gert er að gefa ungu fólki eins og Áslaugu Örnu svona mikil sjans og það er ekkert allir sem hefðu gert það Og Þórdísi, Kolbrún náttúrulega líka. En mér finnst það eins og þetta tilheyri freka fyrri hlutanum, það sem að geri svona hluti, það sem eins og hann ætla að verða formaður nýs Sjálfstæðisflokks. Þegar að fer að líða á að þá er hans fólkar Jón Gunnarsson og hann er bara einhvern veginn allt annars öðrum staði. Er það ekki bara oftast þegar að menn er búin að sitja og lengja völdum að þá svona fara að fókusera eitthvað út? Ég held að það sé engin stjórnmálaleita en hann er búin að vera þingi í meir en 20 ár, búin að vera formaður í yfir 15 ár. Ég held að ekki nokkur maður sem hefur verið í slíkri stöðu í alla þennan tíma svífi og bleiku skýi allt til enda Allan fyrir sama hverju þú ert En svo fór einhvern veginn glansinn meistrar eins og Margaret Thatcher var óvinsaleg restina. Þetta var allt eitthvað svo grátt á litin þegar öllum litunum var að blanda saman í síðustu ríkisstjórn. Ég held að hafi allir tapað á því. Að það var ekkert afgerandi
hægt að tengja við flokkana sem gerðist, það var einhvern veginn allir daldi meira og minna ósáttir. Það mætti segja honum og Katrínu sem að má deilum hvor væri mikil fenglegast, ég var ekki að orða það, mikil fenglegast stjórnmálamaður síðustu 20 ára. Aðsóknsmesti, hún á tilkall í það líka. Að þeim náttúrulega mistókst að selja þessa ríkisstjórn. Fyrra kjörtímabili ruglaðu því að þau fengu COVID og kannski bara vanmátuð að hvað það þarf til þess að selja svona ríkisstjórn. Svo þegar COVID fór að þá náttúrulega var ekki söguraðan til og ekkit fylgi með þessu ríkisstjórn. Og það ruglaðu sem hélt saman þessari ríkisstjórnuna 17 til 21 var bara að Katrín, Bjarni og Sigurður þau bara náðu ágætlega saman svona okkur persónulegu leveli. Það ruglaðu það sem að lítið þetta gangu upp ef þetta hefði verið eitthvað annað fólk. Þá ég ekki viss þetta hefði gengið svona vel og hefði verið endurni eða eins og til dæmis þegar Guðlaugur Þór bauð sig fram á móti Bjarna á landsfundinum 22 þá man ég eftir viðtalið við hana Hildi Sverrisdóttur á Sprengisandi þar sem hún sagði ef að Guðmundur Ingi kemur ef að Guðlaugur Þór kemur inn á hann 3 manna formálafund í staðan fyrir Bjarna með Katrínu og Sigur Inga þetta breytist eitthvað dýnamíkin það er bara hann það var sannlega það sem að hélt þessu saman svona lengi og svo þetta líka alveg rétt mætt gagnrýni hjá Sigur Inga það þurfti ekkert að ræða pólitík sérstaklega mikið á þessu kjörtímabili það er að segja seinna kjörtímabilinu nei, fyrra kjörtímabilinu fyrra það nú deilum við það hvort það hafi verið til gagns að halda þessu saman Ég held að þau séu bara öll meira minna innst inni. Ég meina, þið ekki bara búin að viðurkenna þetta voru mistök hérna 21. Já, það er 2 þeirra hægt í pólitíkirinni. Já, en það sem ég náttúrulega gerist er það að vegna þess að það er svona COVID ástand, þetta er svona pínlítið COVID og svona pínlítið stríð. Þú skiptir ekki stjórn í stríði. Og ef það hefði ekki verið COVID þá er ég ekkert vissum að þessi ríkisstjórn hefði haldið áfram ég er ekkert vissum að þau fengið þetta fylgi sem þau fengu en þau fengu þetta fylgi fram að bankasölu það er að þau fengu 60% stuðning þessi ríkisstjórn 6 ára gömul 5 ára gömul bættu við sig en við verðum pínlítið líka framsókn sem bættu við sig 21 þarna er ekki best eitthvað framsókn ég fór að skoða því stuðningi við ríkisstjórnina þarna í apríl áður en að bankasalan verður opinber og þá var ríkisstjórnin með 60% stuðning sem er bara fáhært á Íslandi Mér finnst líka af því að urðu allir svo brjálæðir í COVID og menn vildi svo hratt gleyma og setja þetta aftur fyrir sig og ég bara skil það mjög vel en mér finnst fólk hafa verið svolítið ósanngjarnt gagnvart þeim í einhvern veginn að skoða þetta í aftursætis í baksinsspeglinum að mér fannst þau standa sig bara vel þetta er eitthvað svona agnúar hér og þar en svona heilt yfir vel á bara alveg ótrúlega erfiðum tímum og mann gleyma að því hjá mér er þetta svo fersku minni þess að ég fylgist með þessari óværu sé hverslas usla hún veldur í Kína fer með henni til Ítalíu og er að skrifa konu á Ítalíu sem er först heima með lík eiginmannsins síns og það er ekki hægt að sækja líkið af því það er allir hræddir við veiruna og það er verið að heilbrigðisstarfsfólk er að velja hverjir lifa og hverjir deyja. Þetta voru kringumstæðurnar sem að þau stóðu frammi fyrir Guð hvað ég er fegin að hafa ekki verið í þeim aðstæðum En afsöluðu sér ekki völdum? Ríkisins þau leifðu aldrei þessu vant að leifðu íslensk stjórnmálamenn sérfræðingum að taka koma með sérfræðinlegginn og það var þeim að fyllt. Það var gott en svo kannski að svo lengi eins og hefur verið gert í snjóflóðum og er gert núna í eldsumbrotum og þetta er vanalegt Já, þetta er ekki að sviði stjórnmálanna Nei og þetta er það sem er svona aðeins að breytast og það er mjög fínt en ég held að það sem hafi gerst líka í COVID að þjóðin fór í svona dálítið naflaskoðun og fór að skoða betur og svo kemur Íslandsbankasalan hann og nýta og það er svona enn eitt atviki sem tengist Bjarna og fólk svona fekk pínlítið sjokk ekki aftur og þannig upplifði ég það minnst það var svona
þá held ég alveg sammála því, þá held ég að þessi stjórn hafi verið búin og það hafi verið röng ákvörðun að halda áfram á þeim tímapunkti. Já, mér líka svör Bjarna á þessum tíma voru ekki nógu góð. Nei, menn þetta tók líka hverju voru að kaupa. Já, það náttúrulega Bankasýslan náttúrulega gerði alveg gjörsamlega buxurnar í þeim tíma og fyrir mig sem svona sérfræðingur í öryggismálum og ferlum og allt þetta að þá eiginlega bara hristum maður hausinn býtu fyrir ekki útbjúkuð þið ekki ferlana sem þeir átt að fylgja eftir. Nei, það var eitthvað rosalegt vantraust og líka bara, sorry, afsaka, ég alltaf að vísa í einhverju tölur en það var bara búið að mæla það bara Íslendingar treystu sér ekki, vildi ekki selja bankan en það var farið í það og það endaði svona og bara fyrir mig að því að ég er nú frekar ung eða svona, þú veist en af því að ég verið í menntaskóla þegar hrunið var og svona, þannig að þú veist, það er rosalega mikið lítið svona fyrir eftir hjá mér. Þannig að ég oft bara svona reyna að rýna í, þú veist, að ég sá að það var svona fólk sem svona vanalega var ekkert að hafa sér mikið fram í pólitískri umræði að það var ekkert en bara mætt á götunar sko, því var svo algjörlega nóbóðið. Og var ekki svo langt síðan að var á götunum, var í Panamaskjölunum 2016. Þetta er 2022, þannig að það er ekki svo langt síðan. Og svo verðum við bara stutt yfir í búsældarbygginguna og þá getum við að fara tilbaka og sagt þess að kannski var það vanmat Sjálfstæðisflokksins og Bjarna á að þeir þyrftu að breyta einhverju eftir hrun, að þessi aðferð að bara býða þetta af sér, býða skýrslurnar af sér og fara svo í gang þegar það væri komið svona gangur í hagkerfið og allir verið bara glaðir að vera komið ferðamenn og þá getum við bara selt bankana og gert þetta allt þótt svo almenningu sína ekki vilja. Það hefur kannski verið bara eitthvað svona vanmat á vanlestur á þjóðarsálinni. Það lítur að vera eitthvað svoleiðis í því ef við erum með formann Sjálfstæðisflokksins og valdamesta stjórnmálamann landsins sem að mælist alltaf bara með óvinsalesti ráðherrann í hverju ríkisstjórn fætur annarri. Það er eitthvað svona vanlestur á almenningi, annarkvæmt að hann bara telur sig ekki þurfa að lesa hann eða hann kann ekki lesa hann. Þórður, getur þú nefnt einhver svona lágpunkt hjá Bjarna? Lágpunkt, þeir eru búin að nefna hápunkt. Já, eins og ég sagði það, ég var ekki sammála því að samþykja ISF 3, ég meina þeir sem að virkilega lögðust yfir hvernig lögin liggja í þessu öllu saman, þá var það alveg augljóst að Íslenska ríkinu bara aldrei neins skylda til að borga þetta allt saman, þannig að það voru ákveðum vonbrigði. Ég get líka nefnt það að hafa framlengt þetta stjórnarsamstarf 2021, ég held að það hefði verið mistök en auðvitað var náttúrulega erfitt að gera það ekki í ljósi úrslita kostingana þegar Framsókn bætti mest við sig en ég held að það hefði verið mistök að gera það en ég held að þetta sé tilraun sem verður ekki reynd aftur í bráð að mynda ríkisstjórn frá vinstri og yst til hægri. Afleiðingin af því er auðvitað svo að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sitjað undir gagnrýni frá hægri allt þetta kjörtímabil, Miðflokkurinn greip það tækifæri en já, þetta tvennt kemur helst upp í hugan. Mér veist þessi gagnrýni sem hann fékk á sig í kringum Íslandsbankamálið, þú var mörgulegt fráleit, hann var í engum færum eða föngum til þess að geta haft ykkur áhrif á það, þá var hann að brjóta stjórnsýslulög, átti hann að fá tilboðsbókina upp á skrifstofu til sín og lesa í gegn hverju voru að bjóða. Já. Og það er ekki eins og Karl Faðir það er ekki eins og Karl Faðir hans heitinn hafi hringt niður í Íslandsbanka og beðið um að fá að kaupa, hann er nú bara í ykkur fjármálaþjónustu í okkur banka og það er bara keypt fyrir hans hönd. En hann var sá sem var æðsti maðurinn í þessari sölu. Vissulega. Það var umboðsmaður Alþingis, það var Ríkisendurskoðun, það var fjármálaeftirlitið. Þetta fjall í öllum sviðum. Þannig að auðvitað átti maður bara að segja samkvæmt svona formunu samkvæmt ber hann aðstu ábyrgð á þessu. En það er bara tæknilegur ómöguleiki að hann hefði getað vita að fjármálaráðgjafi föðurins hefði hringt í Íslandsbanka og tekið í þessu fyrir einhverja peninga. En það sýnir þetta best það vantaði ferlana til að fylgja eftir þetta og við getum ekki tekið svona stóra ákvörðun eins og með sölu Íslandsbanka. Sem var þó í stjórnarsáttmálanum átt að gera, sko. Já, en við getum ekki farið í þessa framkvæmd nema það að allir sem taka þátt í henni
þá það bankasýslan, þá það Íslandsbanki sjálfur, þá það söluaðalarnir sem koma að þessu. Þeir hafi alveg kristaltæra ferla til að fara eftir reglur það hvað má og hvað má ekki. Og þetta það sem var helsti vandinn á þessum tíma. Vandinn var ekki í mínum huga, shit happens. Benedikt, félag í eigu Benedikts keypti þarna einhvern smánarlega hlut sem raun og veru skiptir engu máli í stóra samhenginu, en það voru ferlanir, verklagsreglunar til að fara eftir. Það var ekki siðgæðisvitundin var ekki á réttum stað hjá neinum þeirra. Mér fannst vera miklu merkilegra að sjá Björn Braga og einhverja svona no-name aðalega vera talda að vera fagfjárfesta. Mér fannst það vera miklu alvarlegri hlutur í þessari Íslandsbankasölu heldur og nokkuð tíma það að Benedikt hafi keypt í þessu. Mér fannst reiðialdan reis upp þegar fyrst átti ekki að birta listan hverju keyptu. Svo var hann birtur og ég held að það var Katrín Jakobsdóttir sem beitti sig fyrir því að hann var birtur. Nei, það var Bjarni sem beitti sig. Já, hann alltaf var það birtur. Það var Bjarni sem tók ákvörðun. Og þá var listi og þá var ekki bara Benedikt sem að fólk var reitt yfir. Þannig að mættu bara allir aðaleikendur hrunsins. Þarna voru Bakkavarabræður og þarna var Jón Ásgeir og þarna var gott ekki Óli Ól og þau voru mættir allir. Þannig að reiðin ekki bara út af hvernig maður staðið að sölunni. Heldur reiðin kannski uppgjör við hrunið. Að það sem gerðist þar, að niðurstaðan svo að þetta bara sömu gæjarnir sem eiga Ísland. Og við erum að fara að selja þeim bankan okkar. Helstu hrunverðinir hafa komið þar. Já. Og við getum alveg sagt að þetta sama er endurtaka sig núna við kaup Landsbankans á TM. Að þar í Kviku ofsalega margir hrunverjar. Og það að vera að borga Kviku milljarða ofan sem renna síðan beint til eigendana sem eru fyrirhugaðir hrunverjar sem voru búin að flytja inn peninga til Íslands í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans og fá, þetta var svona enn eitt þetta að það var ekki búið að siðgæðisvæða þjóðfélagið að þetta allt sem stóði í siðgæðisluta skýrslunar hafði ekki komist til skila. Svo held ég að sé nú líka verðt að minnast á það að þeir sem keyptu í Íslandsbanka, það nú bara rétt tilkvæmlega nýlega núna síðustu vikum sem að gengi bréfabankans skreið upp fyrir söluverðið, þannig að allir þeir sem keyptu í þessu banka. Nei, það er ekki rétt. Það fór mjög hátt yfir það fyrst og svo lækkaði niður. Nei, það fór nánast strax niður, þannig að þeir sem keyptu í þessu eru meira og meira búin að tapa pening á þessu. Svo er það annar mál. Þannig að ríkissjóður, hann rauninni sigurvegari þessari sölu, hann fekk algjört toppverð fyrir þetta, rétt áður vextirnir byrjaði að hækka. Það hefur verið bent á það hér að könnun sem Bankasýslan gerði sjálf sem að spurt hvort almenningur vildi selja bankan og það var bara mikill meirihluti almenning sem vildi það ekki. Samt voru stjórnvöld að þröngva því. Það er vesenið í málunum. Og þetta ástæðan fyrir því að afkoma ríkissjóðs á þessu og næsta ári verri heldur en var lagt upp með í fjármálaáætlun núna sem var gefin út fyrir snemma á síðast ári. Það er út af tvennu, það er út af því að Íslandsbankasalan kláraðist ekki og svo útgjöld vegna Grindavíkur. Það er nú allur ólesturinn á fjármálum ríkisins sem að Kristrún og Jóhann Páll væla núna mikið yfir. Við getum orðað þetta öðruvísi, ástæðan fyrir hallanum svo að það voru ekki sóttar tekjur vegna þess að öllu að selja bankan. Þannig að ef þú eru bara afla tekna á móti gjöldum í stað fyrir að vera að selja silfrið frá ömmu að þá hefði verið ekki þetta gata á ríkissjóði. Og það er önnur arfleið sem ég ætla að ræða á eftir ríkisfjármálin undir Bjarna. En núna er vinstristjórnin búin að segja að þeir ætla ekki að hækka neina skatta. Við erum sagt það, já, en Þorgerður Katrín sagði það og horfði í augun á 13 mörgum og sagði við ætlum ekki að hækka þessi skatta, ekki þessa. Þannig að þetta alræmda EHF-gat sem átt að loka, það sem ég veit nú í rauninni ekki hvað er, það verður ekki gert í því. En segðu mér eitt að þú kallaði hana vinstristjórn núna og nú var síðastu stjórn líka kölluð vinstristjórn vegna þess að VG var í henni. En samt nú þannig að balansin í þessum báðum stjórnum var hægra megin við miðju, bæði í fjöldaráþeira og fjöldaþingmanna, að þá eru fleiri þingmenn og fleiri ráþeirar sem eru hægra megin við miðju í
í báðum sem ríkisstjórnu heldur vinstri megin. Af hverju er hún vinstri stjórn frekar en miðjustjórn eða höfustjórn? Við töklum haldið þær í ríkisstjórn, það er bara augljóst og skipt ykkur ráðumna. En mér langar að spyrja Sjálfstæðisflokkinn, að þau verum hvernig hann þróa svona sem pólitískt og það er náttúrulega mikla breytingar sem hafa orðið áttist á Íslandi, hann tekur við bara eftir hrun og líklega sá engin út úr þessu hvað gæti komið út úr þessu, bara út úr Sjálfstæðisflokknum eða hvert íslensk stjórnmál myndu þróast. Og svo hafa íslensk stjórnmál þróast eins og þau gera, en líka út allan heim. Það eru mikla pólitískar sviptingar í öllum okkar heimsluta. Og það er svona, hvort að þau væri til að velta því fyrir svona hvað, þegar Bjarni tekur við, hvað hann sér fyrir sér að hann geti gert úr þessu flokki og hvort að það sé einhverju kannski í líkingu við það sem að hann síðan fer. Það geti út að skipta í máli, en ég meina því að þess Sjálfstæðisflokkurinn svona í svona deglu stjórnmálana, er hann afgerandi pólitískt afl sem að reyna að móta þróunina, eða hefur hann verið meira og minna að bregðast við einhverjum annars vegar kröfum, einhverju hagsmunaaðila og svo því sem að bara mætir honum hverju sinni í stjórnmálunum, stundu einu sinni sem hann við Sigmund Davíð og næst er hann við Katrín Jakobs og Við vorum nú eitthvað svona að reyna að rýna í þetta, við vorum með pallbóðsþátt í gær og það var nú einhver sem var svona að reyna var svona að bera saman, þú veist, bara tíð Davíðs Oddssonar og fleiri sko, og gat nefnt einhvern veginn til kannski svona fleiri svona aktúal mál og hvernig Davíð breytti flokknum? Já, og þú veist, og bara einhvern veginn, þú veist, bara stórar breytingar eiga sér stað og bara Íslandi sko og Sjálfstæðisflokkurinn hefði frekar sko farið í að vera svona að standa vörðum hluti, þú veist, að verja hafa frekar óbreytt ástand í staði fyrir, vera frekar í vörn en sókn, en þetta var svona það sem þetta var svolítið svona tónninn í viðmælendum allavega sem að Þetta skiptir máli, hvort að forustan sko sé svona mótandi í aðgerðu sínum. Ég meina það verður ekki annað sagt Davíð Oddsson, hann hefði verið það, hann umbreytti bara Sjálfstæðisflokknum og það eru fólkinni sem talar gamla góða Sjálfstæðisflokki sem Sjálfstæðisflokkur fyrir Davíð Oddsson sem innleiðir miklar skattalækkanir til fjármagns- og fyrirtækjaeigenda og gerir mikla breytingar. En það er erfiðar að sjá það hjá Bjarna, það er eins og hann segja verja fenginn bara. En svona til þess að vera líka sanngjarn sko, ég held að hann auðvitað tekur við á alveg ótrúlega erfiðum tíma og á svo miklum ólgutímum, á tímum líka tortryggni bara í garð stjórnmálafólks og stofnana og ég held að það hafi líka bara haft verið mjög þýðingamikið í þessu samhengi sko. Erfitt að fara einmitt framkvæma stóra hluti og eins og í þessari bankasölu að það einhvern veginn þá fannst mér að sannast sko og það er eitthvað sem að sko opnaði augum mín fyrir því sko. Kannski hafði ekki alveg áttað mig á hvernig potti verið búið, að hversu mikil sko tortryggni væri raunverulega að helmingast traust almennings gagnvart stjórnmálum og stofnunum stjórnmálum eins og alþingi og ríkisstjórnum í hruninu og hefur ekki náð sér. Og þetta er svolítið bara Ísland fyrir og eftir svona þegar maður er að skoða þetta. Mér finnst svona dálítið sko íslensk stjórnmál vera svona ekki neitt í dag. Það vantar einhver svona, núna erum við að sjá við þessu Kristrúnu koma inn á mjög afgerandi hátt og við skulum bara sjá hvað gerist þar. En mér fannst þetta vanta þessi kraftu sem eru að koma fram í Kristrúnu núna. Þetta er það sem mér hefur fundist vanta alveg frá því kosningunum 2016. Og mér fannst sem sagt kosningarnar 2009 það náttúrulega snerust ákveðið að koma Sjálfstæðisflokknum frá. Kosningarnar 2013 var að refsa endurreisnarliðinu fyrir það að hafa ekki staðið svona óvel í endurreisninni og hafa þetta svona gleymt almenningi í endurreisninni og síðan fær Sjálfstæðisflokkurinn glimrandi kosningu 2016 og það er alveg hægt að skrifa það á góða stjórnunarhætti hjá Bjarna. En síðan er bara eins og það verður bara móð. Það er búið að vera frá 2016 til 2022 þá voru menn að berjast við að koma rammaáætlun í gegn. Það gekk ekki. Það átti að endurskoða svo mikið í menntakerfinu, það að endurskoða örorkulífeyriskerfið. Það var ekki gert. Það var ellilífeyriskerfið var endurskoðað og tók gildi 1. janúar 2017 en örorkulífeyriskerfið
það ekki ennþá komið í gegn. Rammaáætlun í ákveðnu limbo, það svona menn ekki sammála hvað að gera og heilbrigðiskerfið, við erum búin að bíða þau sem spítala, ég veit ekki hvað lengi, hann ekki ennþá komin. Það eins og það hafi ekkert verið sérstakt að gerast. Ferðaþjónustan kom sterkinn, fyrir ekki að ég kalla þetta ferðaþjónustu, ekki iðnað, og hún bara fór að sjálfu sér. Það var engin stefnumótun hjá einni í ríkisstjórn það hvað ferðaþjónustu ætti að gera. Það var ekki fyrir menn fóru að vakna upp við það, ok, við höfum að koma alltaf marga ferðamenn, við þurfum að fara að gera eitthvað. Þannig að það sem mér hefur fundist vanta og rauna miklu lengur íslenska stjórnmál stefnumótun. Það sé skýr stefnumótun. Hvert viljum við fara? Hvert viljum við taka þetta þjóðfélag? Og mér fannst, í hversin sem menn höfðu tækifæri til þess að fara þessa leið, að þá var hver hendur upp mot annari. Ég hef ekki alveg sammála því að það sé ekkert búið að gerast í heilbrigðismálum. Allir sem keyra Miklubrautina til vesturs, þeir sjá nú að ég var að segja að við erum að bíða eftir það nú ansi mikið að gerast og mikið gerst á skömmum tíma en það alveg rétt það var ekki mikil tími fyrir pólitík á árunum 2020 til 2022, þar var bara verið að róa lífróður En 2009 til 2020, það var líka formaður. Hann var líka formaður, en eins og ég segi, þá fyrir hluti þess tímabils fór í það að greiða úr öllum þessum vandamálum sem að... Spilaði hann ekki vörn í Stjörnunni? Spilaði hann vörn? Já, ég tek fram að ég ekkert að skrifa þetta Bjarna. Ég bara að skrifa þetta á stjórnmálum almennt. Hvort að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið svona eins og að verja einhverja stöðu, frekar heldur að hann hefði náð að vera svona afgerandi í pólitískri mótun eða... En það finnst mér ekki. Mér fannst mikill kraftur í flokkstarfinu 2009 til 14. Ég reynda að flutti erlendis 2014, ég datta þessu út úr þessu þá. En á þeim tíma, þessum tíma sem hún nefnir 9 til 14, 15, þá var mikill kraftur á landsfundunum og mikið nýju fólki sem gaf sig af því að vera með í starfinu og við sjáum líka bara hver afræksturinn er núna eru formannskosningar framundan og það er ekki 2 eða 3, heldur bara 4 eða 5 nöfn sem eru til umræðu þannig að það er sterk pípa af efnilegum kandidatum og viljugu fólki sem vil vinna fyrir fólkin þannig að ég sé mikil tækifæri á næstum árum fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Núna? Já, hvað sérðu fyrir þér nýr formaður mun flokkurinn breytast eða Bjarni er hans arfleið áfram gangandi eða? Mér skilst að Bjarni, hann alltaf sagði það, hann ætlar ekki að fara fram á landsfundi og hann ætlar ekki að sæta á þingi og óstaðfestar fregnir, þá bara segir hann bara við þingflokkin, við sjáumst í febrúar. Hann ætlar ekki að sitja á fundunum þingflokksfundunum, hann ætlar ekki að vera þvælast fyrir, bara leyfa þess að hafa sinn gang, sem er sennilega það rétta í stöðunni til hvers að vera að sitja þess að þingflokksfundi næstu 2 mánuði en hvað sem er að fara að hætta. Mér skilst það náttúrulega alveg að draga sér í hlé. Það eru náttúrulega þessi 4 nöfn sem allir eru að tala um. Það eru Áslaug, Guðlaugur, Þórdís og Guðrún Hafsteins. Með Guðrún Hafsteins, ég veit ekki með hana, hún þótti mjög efnilegu kandidat fyrir einhverju síðan en svo gerist það að hún tapar Suðurkjördæmi til Ásthildar Lóu sem býr í Kópavogi og ratar allavega Suðurkjördæmi, segja mér heimamenn. Nei, hvað? Nei, það var nú bara eitt sem notaði akkurat þessu orðið mig. Nei, Guðrún er mjög flott þannig að allir með Þórdísi, fyrir einhverju síðan þótti hún líklegust og á flokksráðsfundinum sem var haldinn sem sagt á 23 þá fekk hún svona rauðan dreigil og hélt langa og mikla ræðu og nánast eins og var að vera að krýna hana til næsta formanns þar. Mér finnst staða hennar ekki hafa styrst síðan þá, frekar þvert á móti. Þannig að þetta verður nú líklegast á milli Guðlaugs og Áslaugar en það eru sögursagnir það að þau séu svona
allavega gera tilraun til þess að snúa bökum saman. En ég veit að þau eru... Gulli verði stuttan tíma formaður og hún varaformaður. Já, eða hann taki varaformann og hún taki formann, en það náttúrulega svona svolítil hefð fyrir því í Sjálfstæðisflokknum að þegar það skipt formann og blessunlega hefur það tekist að halda blessunlega hefur það tekist á formannum flokksins í gegnum tíðina að sitja lengi og vera svona meira og minna farsælir. Yfirleitt hefur verið farið í unga mannesku. Það hefur yfirleitt verið þannig. Já. Og þannig að það er þá örugglega Áslaug frekar heldur en Gulli en Gulli náttúrulega er political animal eins og sagt er og hann er með sína herrlild klára en Áslaug er það líka. Ég held nefnilega bara með sterklega tilfinningunni að Áslaug heyrði þetta bara. Já, ég er samanlega. Mér hefur fundist bara, ég er bara að tala við fólk og mér finnst svona, mér finnst eins og, það kemur allavega ekki ávart. Ég hallast að því líka. Ef hún heldur sama stjórnunastíl sem formaður Sjálfstæðisflokksins og hún er búin að halda í ráðuneytinu Queen, að þá má búast við miklu af henni því að ég bara heyrt það að þar hafi allir starfsmenn verið mjög ánægðir með hvernig hún hélt á hlutunum. Áslaug er sko duglega að rækta fólki sitt og líka svona félagslynd og þannig ég held að... Hún kom eins og til okkar bræðra satt einu með okkur báðum og það var bara mjög gaman. Bjarni hefur ekki viljað koma. En varðandi formannaskipti... Ég verð að bæta við með Áslaug. Ef það ekkert með verið að manna einhverju mannamótum með henni, sko, þorrablótið eitthvað, sko. Hún er búin að ná taka í spaðan svona 200 manns á svona 10 mínútum, sko. Þannig að það segir mikið. Svolítið sem Gulli líka. En má ég spyrja þig einu, Þórður, að því að þú ert nú svona harður sjálfstæðismaður. Hefði Bjarni átt að segja af sér á kosninganóttinni? Nei, það hefði verið ofyrirsjánlegt eða ekki. Það er ekki yfirleitt best að hætta einhvern veginn hann að þú vilt ekki hætta þegar allir búast við og hættir, sko. Ég held að það sé alltaf best að hætta bara þannig að þú komir svona allavega flestum í opnaskjöldu. Var þetta skipti ákvörðun? Það held ég ekki, sko, eftir á hyggja, hann var svo sprækur og hress og grimmur í kryddsildinni, sko, þannig að maður sá, hann er bara mættur, hann er ekkert að fara að hætta. Það var ekkert varasnið á honum þar. Held allir, hann er bara til í slægin, sko, þá var hann búin að búa til, sko, þá hugsun sig, en þá er mitt flott bara að láta sig að hverfa sviðinu, sko, þegar sískildi. Það vantar eitthvað í þetta samt, fyrir mig. Mér finnst það hann hætti ekki á kosninganótt vegna þess að það var ennþá vonum að geti komið flokknum í ríkisstjórn. Þegar það var ljóst að hann kom ekki flokknum í ríkisstjórn, þá gat hann ekki raunverulega mætt sínu fólki, því hann er ekki með fylgið, hann er ekki með traustið í samfélaginu og hann er ekki í ríkisstjórn. Þorgerður Katrín hefði getað farið. Já, það var vonin að sko, það myndi, þessi ríkisstjórn næði ekki saman og Þorgerður færi með Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn og þá hefði Bjarni mætt á næsta landsfund bara sem fjármálaráðherra eða eitthvað. En hvernig myndi heimurinn líta út í dag ef að Þorgerður Katrín hefði fengið starf framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækis í sjávarútvegi, hún var að berjast það við Heiðrún Lind fram síðustu stundu og Heiðrún Lind fekk starfið og Þorgerður var mikið að eldast við það gegn og fekk ekki og svo næstu viku... Það er kannski henni til rós nú að hafa ekki fengið. Já, en svo bara vikun eftir fyrir henni Viðreisn og eitt fyrrnan kvótan, þannig að þetta segir manni kannski ímislegt hversu tækifæri sinni sú kona er. Varandi formannaskipti að þau nefnt að sko Kristrún kemur og verður svona það sem hún ætlar að breyta flokknum og stjórnmálunum og hún er kosin sem formaður með það agenda. Það átti við Sigmund Davíð 2009 þegar hann var sóttur og tók yfir Framsóknarflokkinn. Ég veit ekki með aðra en það er allavega svona tegund af formannaskiptum. Það sem ég á erfitt með átta mig á standandi fyrir utan Sjálfstæðisflokkinn það sko hvað er munur á Sjálfstæðisflokki Áslaugar Örnu eða Guðlaugs Þórs. Þú veist, ef maður er ekki bara í öðru liðinu einhvern veginn og heldur með því að til dæmis við sem ákvæmdu hvorki með Manchester United eða Liverpool okkur í hjartalega saman hvernig þessi leikur fer. Akkur ætti að breyta einhverju fyrir Ísland hvor þeirra vinnur eða fyrir flokkin eða öðru í flokkur í Áslaugar Örnu eða Guðlaug? Í mínum huga er stóri munurinn á þeim tveimur að Guðlaugur Þór er miklu grimmari í innan flokksvígum.
Áslaug Arna hefur minni áhuga á því að stúta einhverjum samflokksmanni sínum af því að hann er ekki 100% með henni í liði eða gæti mögulega gert henni ógagn ekkert tíma seinna. Guðlaugur hikar ekki við það að skipta sér að einhverju prókjum hinum inn á landinu því að svo að hans maður komist áfram og einhver sem að hann hefur eitthvað á móti dett út. Ósáttur ef hann tapar. Já, hann er fyrir okkur sem er ekki í flokknum þá skiptir það engu máli hvor vinnur. Já, ég meina þú las pistilina Kolbrúnar Bergþórsdóttur og þá Jesús menns í hádegismóum yfir því að F. Guðlaugur myndi vinna, sagði hún bara hún var að stinga upp á Guðlaug og hún fikk bara allar upp á móti sér þannig að það er greinlegt að hann á afsögulega marga óvildarmenn innan flokksins. Og öfugt. En ég er alltaf að spyrja að því, verður Sjálfstæðisflokkurinn öðruvísi flokkur? Ég ekki treysti ég mig til þess að ræða. Guðlaugur Þór hefur alltaf lagt mikla áherslu á það og er bara mjög góður í því að tryggja sér yfir á því kjördæmaráðum, þessu hverafélagi, þessari stjórnþarna og er alltaf að dekka svona stjórnsýslueiningar innan flokksins helst til að bara tryggja sér landsfundarsæti. Hann hugsar þetta þannig sko. En fyrir hvað stendur hann innan Sjálfstæðisflokksins? Hefur ekki alltaf verið að tala svona annars var íhaldsarmur og svo eitthvað frjálslindis? Ég meina þegar kemur að pólitísku skoðunum Guðlaugs Þórs þá ég myndi ekki segja að ég er ekkert ósammála honum nein megin atriði, þú veist, við erum örugglega sammála flest svona pólitískt séð en það er svona kannski þessi aðferðafræði innanflokks sem að hann notar sem að hugnast mér ekki að því að ég myndi halda að þessar innri stofnanir flokksins, þessi málfundafélög, kjördæmisráð og allt þetta, hvað þetta heitir þetta ætti svona frekar að vera samviska flokksins og grasrót, frekar heldur bara tæki til að vinna sæti á landsfundi til að búa sjálf sér til brautagengi. En er þetta þá meira persónlegt heldur en málefnilegt? Af því að ég hef alltaf staðið þeirri trú að það væri þessi öfl sem væri að takast á áhrif til þess að það kemur þá fram í stefnunni og til framkvæmda en hún var einmitt hjá mér, hún Ragnhildur Alda hún var einmitt að segja það taka svolítið einmitt bara, já þessi hefur reynst mér vel og svona stendi með honum sko. Þannig það er ekki að koma formaður sem segir auðvitað sem mig, þá ætla ég að fara með Sjálfstæðisflokkinn hingað. Nei. Það er ekkert að gera. Mér sýnist það. En þetta er flokkur sem er í stórkostlegu vanda, þannig að af hverju ætti ekki að koma fram formaðsefni sem segir leiðin sem að Bjarni fór, hún var röng, þessum erum við þessari stöðu. Leiðin sem við eigum að fara er þessi leið. Það er engin. Nei, ég meina ef þú tekur þetta með það sem þú ert að segja Þórður, þá ef Guðlaugur verður kosið þá er öllum líkindum verður annar enn eitt klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum vegna þess að hann er greinlega svona við og þið. Hann tapar nú fyrir Bjarna. Já, ég segi það þannig að ef það heldur áfram þetta við og þið innan flokksins að þá bara heldur litlu flokkunum að fjölga hægra megin við miðju á Íslandi eins og ég sagði í blogginum í gær að þegar Bjarni tók við að þá var einn hægri flokkur á Íslandi og eini hægri flokkurinn sem fékk þingmenn kosna 2009 og 2013 var Sjálfstæðisflokkurinn. Hitt voru allt það var reynda frjálslyndi flokkur var nýdóttin að þingi þannig að Já, hann komst ekki 2009. Tíminn okkar er búinn og þú ætlar að ég ætla að þakka náttúrulega gestunum okkar kærlega fyrir og hvetja fólk til þess að staldra aðeins við ætlum að skoða Bjarna sem líklega áhrifastamannin í efnahagsmálum á Íslandi stýrt ríkisfjármálum meira og minna síðan 2013. Það verður góð og falleg frásögn, ekki sett? Já, við verum bara, það er stór saga sem við verum að fara við. Ásgeir Brynjar Torfason mætir hér eftir augnablik, ritstjóri Vísbendingar. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa?
Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.